Jæja, þá best að hefjast handa. Virðulegi forseti Íslands, háttvirtur borgarstjóri Reykjavíkur, landlæknir, kæru ungmenni og aðrir góðir gestir. Ég heiti Aðalsteinn og Hjartarson og aðstoðarskólastjóri hér í Vogaskóla og ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin í skólan okkar sem búinn að vera símalaus skóli á annað ár. Það skólasamfélagi Vogaskóla mikill heiður að fá að taka á móti ykkur á málþingi í tilefni forvarnadagsins. Það embætti landlæknis sem stendur á forvarnadeginum í samstarfi við embætti forseta Íslands, Reykjavíkurborg, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Skátana, Ungmennafélag Íslands, Rannsóknir og greiningu, Planet Youth, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samfés, Heimili og skóla, samstarf félagasamtaka í forvörnum og ríkislögreglustjóra. Þáttaka forseta lýðveldisins, borgarstjóra og landlæknis og aðkoma fyrrgreindra aðila að forvarnadegi sem tileinkaður unglingunum okkar undirstrikar mikilvægi forvarna og þess að vekja athygli á þeim og gera sem flesta meðvitaða mikilvægi þeirra. Forvarnir mega ekki vera aðeins slagorð eða áætlanir á blaði. Þær verða að vera lifandi starf sem hefur bein áhrif á líf og framtíð fólks. Forvarnir snúast fólk, þær snúast að efla og styrkja sjálfsmynd ungra einstaklinga. Við þurfum sem samfélag að styðja ungt fólk í því að velja heilbrigðar leiðir í lífinu, hvort sem það í námi, starfi, félagslífi eða í almennu lífstíl. Forvarnir snúast að koma í veg fyrir að eitthvað slæmt gerist, veita stuðning áður en vandinn verður til og skapa umhverfi þar sem hver einstaklingur hefur tækifæri til að blómstra á heilbrigðan hátt á sínum forsendum. Einkunnarorð Vogaskóla eru virðing, samvinna og ábyrgð og ég tel að þau séu góður grunnur að því að vel takist til í forvörnum. Þetta verkefni krefst virðingar. Virðingar fyrir því að það ekki auðvelt að vera unglingur í mjög flóknu samfélagi nútímans, þar sem freistingar á hverju strái. Þetta verkefni krefst samvinnu heimili og skóla, stofnana, íþróttafélaga, frjálsra félagasamtaka og stjórnvalda. Við, samfélag fullorðna fólksins, berum ábyrgð á því að styðja börn og ungmenni í að öðlast sterka sjálfsmynd sem hjálpar þeim að taka afstöðu gegn vímuefnum og hvers konar áhættuhegðun. Það von mín að málþingi í dag veki samfélagi til umhugsunar mikilvægi forvarna og að í dag komi hugsanlega fram nýjar hugmyndir og eða leiðir til að ná enn betri árangri í forvörnum, ungmennum okkar til heilla. Að lokum vil ég ítreka þakkir okkar hér í Vogaskóla fyrir að fá að hýsa þetta flotta málþing í viðvist ykkar, góðu gestir. Nærvera ykkar eru skýr skilaboð að forvarnir skipta máli fyrir framtíð unga fólksins okkar. Takk fyrir kærlega. Kæra þakkir einmitt fyrir að hýsa okkur hérna í dag. Ég heiti Dóra Guðrún og sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis og ætla að vera fundarstjóri hér í dag. Aðeins að minnast á þetta í 20. sinn sem að við höldum forvarnadaginn og það ansi mikilvægt og það mikilvægt að halda áfram. Forvarnir við höfum náð gríðarlega góðum árangrið í forvörnum gegn áfengisdrykkju ungmenna og tóbaksreykingum en við erum að sjá bakslagi ákveðnum þáttum og það eru komnar nýjar áskoranir og það er gríðarlega mikilvægt að við höldum áfram og að við vinnum saman þessir gríðarlega miklu og mikilvægu aðilar með ungmennunum og ég ætla að segja frá því að í ár þá endurskoðuðum við aðeins svona hugmyndafræðina og nálgunin og fengum ungmenni með okkur til þess að endurskoða efnið og það viljum við gera í sífellu, að skoða hvað það sem við þurfum að gera, hvernig þurfum að breyta og það gríðarlega mikilvægt að fá enn og aftur og forsetann með okkur. Það gefur þessu svo mikla vigt og það er svo gott fyrir okkur að finna stuðninginn og
Frú Halla Tómasdóttir var einmitt með okkur í fyrsta skipti, nýkjörinn forseti með okkur í fyrra og ég ætla að bjóða hana einmitt velkomna að ávarpa okkur. Gjörðu svo vel, Halla. Góðan daginn. Takk fyrir, Dóra Guðrún. Aðstoðarskólameistari, landlæknir, borgarstjóri, kennarar, nemendur og aðri góði gestir og ekki síst þið sem eru með okkur á netinu líka. Gaman að vera hérna í þessum fallega Vogaskóla í dag. Það er mikill heiður fyrir mig að vera með ykkur hérna á forvarnardeginum og við upphaf forvarnarmánaðar. Við skulum ekki gleyma því að við erum að byrja mánaðarverkefni hér. Þegar ég var á aldur við ykkur, kæru nemendur, var félagslegur þrýstingur á unglinga að prófa sígarettureykingar mikill. Farið var í fjöruferðir eða reynt að fela sig á bak við tré til að prófa eitthvað sem að þá þótti mjög spennandi en foreldrar voru kannski ekkert sérstaklega hrifnir af. En í hópi fullorðna fólksins voru þó margar slæmar fyrirmyndir, enda voru sígarettureykingar bæði algengar og stundaðar allstaðar. Fólk reykti meiri segja undir stýri, með börnin í aftursætunni og alla glugga uppi. Ég veit að þið sem eldri eru hér inni muni þessa tíma, en væntanlega finnst ykkur sem yngri eruð ótrúlegt að svona hafi þetta verið. Að foreldrarnir reyktu í bílnum með unga börn í aftursætunni og alla glugga lokaða. Ótrúlegt að sjá þetta fyrir sér. Sem betur fer hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan. Við fræddumst hversu áneytandi tóbakið og skaðan sem reykingar valda, bæði hjá þeim sem reykja og einnig á þá sem verða fyrir óbeinum reykingum. Og auðvitað voru við upplýst allan þann kostnað sem hlýst af því að reykja og takast á við afleiðingar reykinga. Við horfumst í augu við staðreyndir og ráðist var í samfélagslegt átak, frá reyklausum bekkjum til reyklausra vinnustaða og heimila og auðvitað bifreiða. Við ákváðum að reykingar væru einfaldlega ekki kúl og svo gott sem útrýmdum þeim. En því geri ég tóbaksreykingar að umtalsefni hér í dag, þegar okkur hefur tekist svo vel upp að nær útrýma þeim. Ég geri það vegna þess að það kemur alltaf nýtt tóbak. Og nei, ég er ekki að tala nikótínpúða og veip, þó að það séu nýjar tegundir fíknar sem verðskuldi sannarlega athygli og aðgerðir. Ég er að tala snjallsíma og samfélagsmiðla og ég vil byrja á því að óska ykkur til hamingju hér í Vogaskóla með að hafa tekið ákvörðun að vera símalaus skóli. Þessi tól og tæki sem færa okkur sannarlega margt eru að mínu mati og í einhverjum skilningi tóbak nútímans. Því leið og við fengum heiminn í hönd og þá byrjuðum við að missa svo margt það sem okkur er lífsnauðsynlegt, eins og til dæmis heilbrigð tengsl við okkur sjálf, að okkur geti til dæmis leiðst. Það að leiðast er upphafið af því að við sköpum eitthvað nýtt, að við búum eitthvað til. Það er nauðsynlegt að leiðast, en núna þegar okkur leiðist þá tökum við þetta og það tekur í burt leiðindin eða býr til nýja tegund af leiðindum. Við mistum líka félagsleg tengsl við aðra, vini og fjölskyldu, tengsl við leik og útiveru og allt það sem færir okkur sól í augu og gleði í hjarta. Og sumt efni í þessum miðlum er einfaldlega til þess hannað að gera okkur að fíklum. Hönnun efnisins er þess eðlis að því slæma er oftar deilt en því góða og á þeim er að finna efni og orðræðu sem er engum hollt. Þeir eru að valda bæði okkur sjálfum og samfélaginu okkar skaða með margvíslegum hætti og oft án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Rannsóknir sýna okkur að fólk á ykkar aldri, kæru nemendur hér í dag, er að verja meira en heilum vinnudegi í snjallsímanum daglega og þar af ríflega hálfum vinnudegi bara á samfélagsmiðlum. Ykkur berast yfir 200 tilkynningar á dag í síman að meðaltali og oftar en ekki bregðist þið þannig við að þið missir ró ykkar og einbeitingu
og tengsl við allt það sem að gerast í raunheimum og svo miklu meira spennandi oft á tíðum heldur en það sem á skjánum. Ég held ég þurfi ekki að mála alla myndina, við vitum þetta öll. Ég hef spurt fólk allt land og ekki síst ungt fólk hvort að snjallsímar og samfélagsmiðlar hafi valdið þeim vanlíðan. Þau segja svo að segja öll að svo sé. Þegar ég biðja að rétta upp hönd, þá varla hönd niðri í salnum, hvert sem ég fer. Þeir að valda okkur vanlíðan. Þau benda jafnframt á, ekki síst unga fólkið, það rof sem orðið í samskiptum. Vinir sitji oftar bara hlið við hlið, hver í sínum síma, hver í sínum veruleika, í stað þess að vera í raunverulegu samtali í þeim raunveruleika sem við erum í hverju sinni. Þau nefna líka hversu algengt það sé að þegar fjölskyldan fari út að borða eða sitji saman við matarborðið sé hver og einn í sínum síma, hver og einn í sínum eigin heimi, í sínum eigin algoritma sem oftar en ekki ólíkur fyrir hverja kynslóð. Við sem eldri erum nefnilega alveg jafnmiklir fíklar og unga fólkið sem hefur orðið þessu tóbaki nútímans að bráð. En við vitum mögulega betur hvernig það að búa í heimi þar sem heilbrigð tengsl við annað fólk í raunheimum voru tíðari. Við þekkjum muninn, en það gerir þið ekki endilega sem hafið alist uppið að svona sé þetta bara. En þetta tengslarof sem hefur átt sér stað með þessu tóbaki nútímans, eins og ég vil gjarnan kalla það, að skaða okkur og okkar annars skapandi samfélag. Og við þurfum samfélagslegt átak til að setja þessum rænu og róðþjófum einhver skynsamleg mörk. Þið hafið stigið skynsamlegt skref í þessum skóla. En ég ekki endilega hér til að tala fyrir boðum og bönnum, enda það ekki hlutverk forseta. Það eitthvað sem á borði stjórnvalda. En ég veit fjölmörg dæmi, önnur en hér, þar sem símafrí og friður nýtur almennrar hylli nemenda sem kennara. Sumir segja mér að foreldrar séu oft meira vandamál. Ég meira að hugsa hvað gætum við gert við allan þann tíma og þá athygli sem þessi tæki taka og hversu miklu betur gæti okkur liðið ef við ættum fleiri stundir sem nærðu frekar en tærðu eins og þessi tæki svo gjarnan gera. Í tilfelli dóttur minnar, sem að vísu orðin 22 ára og starfar hér við MS og hérna í salnum, leiddi sjálf valinn símafriður til þess að hún fór að lesa og í ár hefur hún lesið 112 bækur sér til ánægju. Yndislestur nú eitthvað sem að hún leitar í. Sama má segja tíma í ræktinni, göngutúra með mömmu, ég þarf stundum að leggjast á hana með það en henni finnst það gaman þegar við erum búnar. Spilakvöld með fjölskyldu og vinum og símalausa máltíð með fjölskyldunni, svo ekki sé nú minnst á bara að fara út í guðsgræna náttúruna og tengja sig aðeins. En allt þetta hefur gert það að verkum að henni líður betur. Okkur líður betur við að setja okkur mörk á okkar heimili. Við verðum að leggja meiri rækt við það sem lætur okkur líða vel og minni við allt það sem eykur vanlíðan og einmanaleika. Hvort tveggja að vaxa mikið og þessi veruleiki leiðir til vaxandi ofbeldis í okkar samfélagi eins og annars staðar. Fyrir ári síðan áttu sér stað hörmulegt atvik á menningarnótt þegar hnífstungu árás leiddi til þess að 16 ára stúlka lét lífið nokkrum dögum síðar. Foreldrar hennar sýndu ótrúlegt hugrekki þegar að þau kölluðu eftir því að þessari ofbeldisþróun yrði ekki svarað með hörku, heldur með kærleika. Ákall þeirra var til þess að góður hópur fólks lætur sig varða stöðu og líðan ungs fólks kom saman á Bessastöðum og til varð hreyfingin Riddarar kærleikans. Við sem ræddum saman þennan laugardags eftirmiddag vildum mæta vaxandi vanlíðan og ofbeldi með því eina sem við teljum vera því yfirsterkara, kærleikanum. Mig langar til að hvetja ykkur sem hér eruð, nemendur sem fullorðna, til að velja að vera riddarar kærleikans. Því heimurinn þarf sárlega á fleirum að halda sem mæta til leiks með kærleika í brjósti. Þetta ekki flókið og snýst í reynd að mæta fólki með mennsku,
með því að horfast í augu frekar en bara í lófan á síman, vera óhrædd við að faðma eða taka utan hvert annað með þeim hætti sem okkur líður vel með og sýna einlægni og hlýju í samskiptum. Ég er mjög meðvituð vaxandi vanlíðan ungs fólks. Ég hef lengi velt stöðu ykkar aldurshóps fyrir mér og ég hef lagt mig fram að hlusta, setja mig í ykkar spor, gefa röddum ykkar vængi og fulltrúum ykkar sæti við borðið þegar við ræðum málefni samtímans og þá framtíð sem bíður ykkar. Ég veit að ungt fólk fyllist gjarnan vonleysi þegar það horfir á það sem er efst á baugi í fréttum, allt frá loftslagsvá og ójöfnuði til þeirra ólýsanlegu átaka sem valda saklausu fólki og börnum sársauka og dauða. Það er bæði eðlilegt og skiljanlegt að við finnum til kvíða við að horfa upp á slíkt og finnum til vonleysis við að sjá suma leiðtoga heimsins mæta þessum áskorunum með vaxandi hörku, fremur en þeirri mýkt, umhyggju og mennsku sem við þurfum á að halda. Það er skiljanlegt að sumt ungt fólk velji að deyfa sig þegar að svo er. En kæru vinir, það að deyfa sig og það að taka á móti þessari stöðu sem að vissulega er uppi með hörku og hatri er ekki rétta svarið. Það er ekki svarið við vaxandi vanlíðan og ofbeldi. Kærleikur í eigin garð sem annara er öflugasta viðbragðið. Við stjórnum sjaldnast því sem gerist í kringum okkur, en við getum lært að stjórna viðbrögðum okkar, þroskað með okkur þá seiglu og þann sveigjanleika sem krefjandi tímar kalla á og mætt með kærleikan til leiks. Ekkert annað er betur til þess fallið að afvopna þá sem beita einelti og öðrum afbrigðum ofbeldis. Flest þráum við það eitt að aðrir taki okkur eins og við erum og meti okkur að verðleikum. Það er vísindaleg staðreynd að ekkert okkar hefur sama fingrafar. Að mínu mati er það skýr vísbending að hvert og eitt okkar sé einstakt og þarft og verðmætt og að heimurinn þurfi á okkur öllum að halda. En stundum getum við, jafnvel við sem tilengum okkur þrjóska bjartsýni eins og ég reyna að gera, mist vonina, mist trúna á að betri heimur bíði okkar. Á slíkum stundum er vert að hafa í huga ljóðlínur úr laginu Riddari kærleikans sem tvær unglingsstúlkur á ykkar reki, þær Dagmar Helga og Valgerður Rakel, sömdu ásamt GTRN. Hlúðu að þeim sem hugrekki skortir. Gættu að þeim er gleðina skortir. Vertu sól fyrir þá sem birtuna ei sjá, segir meðal annars í þessu vitra ljóði þeirra. Forvarnardagurinn snýst ekki síst hugarþelið sem GTRN syngur svo fallega Hún segir til viðbótar við þær línur sem ég fór með áðan: vertu viti á leið fyrir vini í neyð, vertu riddari kærleikans. Ég er sannfærð að aukin áhersla á kærleikan komi bæði okkur sjálfum sem einstaklingum og samfélaginu öllu til góða. Sé besta forvörnin. En við þurfum skjól fyrir skjám og síma að minnstakosti hluta úr degi til að kærleikurinn nái að blómstra. Ég óska ykkur til hamingju með forvarnardaginn og forvarnarmánuðinn og býð ykkur hjartanlega velkomin í óformlega hreyfingu okkar sem ætlum og erum alveg ákveðin í að vera í þessu samfélagi riddarar kærleikans. Takk fyrir mig. Hjartans þakkir fyrir þetta, Halla, og hjartans þakkir fyrir að setja málefni unga fólksins í forgang. Við hefum fundið fyrir því og það er mikilvægt að þau finni það að við fjöllum ekki þau án þeirra og við viljum hlusta á þeirra raddir og það viljum við gera í öllu sem við gerum þegar kemur að ungmennum.
og eins og alltaf fór svo vel yfir hérna, þá það sem svo mikilvægt fyrir okkur öll að finna að við tilheyrum og yfirskriftin mitt í ár samvera, að tilheyra og tengsl. Það það sem við viljum og það sem við viljum stefna að. Og þá bið ég næst landlækni Maríu Heimisdóttir velkomna. Góðan daginn öll og takk fyrir að taka þátt í árlega forvarnardeginu sem við höldum núna upp á í 20. sinn. Ég verð að byrja á því að afsaka röddin í mér. Ég nýstigin upp úr ægilegri pest en við skulum vona að ég geti spjallað við ykkur eins og mér langaði svo mikið til þess að gera. Mér langar að byrja á því að nefna hversu gríðarlega mikilvægt það fyrir okkur öll og fyrir okkur sem að vinnum að lýðheilsu og heilbrigðismálum almennt að hafa forseta lýðveldisins með okkur í liði. Ég veit að fyrirrennarar Höllu hafa sannarlega viljað styðja og hafa stutt heilbrigðismál og lýðheilsu, en ég held að mér sé óhætt að segja að frú Halla fyrsti forsetinn sem að setur lýðheilsu og heilbrigðismál á oddinn með því að tala fyrir kærleika og mildi. Og það eru þau gildi sem við þurfum að minna okkur á hverjum einasta degi, bæði gagnvart okkur sjálfum en líka gagnvart þeim sem að okkur samferða í lífinu. Og það einhver myndi segja, já, þetta hefur nú ekkert með heilbrigðismál að gera, þetta nú bara svona siðferðislegt viðhorf eða eitthvað slíkt, en það þannig að kærleiksrík samskipti sem að einkennast af trausti og mildi hvert gagnvart öðru, að slíkt ótrúlega mikilvægt fyrir heilsu og vellíðan okkar allra. Þetta ekki bara eitthvað sem að stendur í jólakorti. Kærleikurinn. Og kærleikurinn eitthvað sem við þurfum öll á að halda til þess að okkur líði vel og til þess að við getum gert það sem við viljum gera, hvað sem það kann að vera. Þannig að fyrir þetta ber að þakka, sérstaklega, og ég geri það, frú Halla. Nú, þennan forvarnadag þá leggjum við sérstaka áherslu á forvarnir fyrir unglinga í 9. bekk grunnskóla og 1. ári í framhaldsskóla og þetta krítískur aldur. Það sérstaklega mikilvægt að huga að heilsu og hagsmunum unglinga og ungmenna á þessum aldri. Þið eigið framtíðina fyrir ykkur en þið eru líka sérstaklega útsett fyrir alls konar atriði sem að geta haft skaðleg áhrif og geta komið í veg fyrir að þið náið að lifa því lífi sem að ykkur dreymir um. Þetta krítískur tími, ýmsar ákvarðanir sem að tekur á þessum tíma og trúið mér, ég þekki þetta. Þær eru óafturkræfar. Ýmislegt sem við veljum eða veljum að gera ekki þegar við erum á þessum aldri getur haft úrslit áhrif hvort að draumar okkar rætast eins og okkur langar. Og hlutirnir gerast óskaplega hratt. Ákvörðun hvernig maður einni kvöldstund getur í rauninni haft úrslita áhrif restina af lífin okkar. Þannig að þið þurfið að vera meðvituð það að þið eruð áhrifavaldar í eigin lífi. Þið takið ákvarðanir á hverjum einasta degi sem að geta haft úrslita áhrif það hvernig lífið ykkar verður alla ævi. Og það náttúrulega stórkostlegt að við séum í bílstjórasætinu og getum ákveðið að nú ætlum við að beygja til hægri eða vinstri, en við þurfum bara að passa okkur að líta til beggja hliða og ekki fara of hratt í þessar ákvarðanir. Við verðum að hafa í huga að heilinn bara alls ekki fullþroskaður fyrr en eða eftir tvítugt, stundum ekki fyrr en 25 ára aldur og það hvað, eftir 10 ár, það ekki? Þetta langur tími sem að þið framöndan þar sem þið þurfum að passa hausinn á okkur, eins og ég segi við syni mína, passiði hausinn á okkur. Og þar að gerast hlutir núna sem ekki hægt að fresta,
ef við skoðum heilan eða trublum heilan í hans þroska í dag, þá getum við ekkert unnið það upp einhvern tímann seinna. Það bara nákvæmlega í dag sem að þessi hlutur að gerast, sem að þessar frumur að tengjast, sem að þessi boðkerfi að myndast. Þannig að þetta eitthvað sem við getum ekki tekið tilbaka og bara græjað með því að fara í ræktina einhvern tímann seinna. Og það eru alls konar þættir sem við þekkjum og þurfum að þekkja sem geta haft skaðleg áhrif, en líka margt sem getur verndað okkur. Og ungmenni sem búa við þessa verndandi þætti eru ólíklegri til þess að leiðast út í áhættu hegðun sem getur verið skaðleg, og sérstaklega fyrir ykkur sem að taka út svo mikið líkamlegan og andlegan þroska. Og til þess að tala svolítið þessa verndandi þætti, að þá ætlum ég fyrst að nefna samveru með fjölskyldu, forráðamönnum, foreldrum, þar sem að þið upplifið stuðning, umhyggju og hlýju, nærandi samvera. Og hluti af þessari góðu samveru að foreldrar viti hvar þið eruð á kvöldinu helgar og með hverjum. Og nú ég ekki að predika eitthvað út frá svona stjórnunar áráttu foreldra. Það eru einfaldlega vísindaransóknir sem sýna það að þessi tengsl við foreldra hafa góð áhrif á heilsun okkar. Þetta ekki bara eitthvað sem okkur finnst, það eru vísindalega rannsóknir þarna að baki. Annar verndandi þáttur þáttaka í skipulögðu íþrótta- eða tómstundastarfi, þar sem fullorðnir halda utanum og leiða okkur svolítið í gegnum þetta, og þetta getur verið að stunda íþróttir með íþróttafélagi, taka þátt í starfi tómstundahúsi eða leggja stund á tónlistanámi eða myndlistanámi eða dans eða hvað sem allt sem að byggir okkur upp. En við þurfum líka að þekkja þá þætti sem geta haft skaðlega áhrif og geta minnka líkur á að heilinn nái fullum þroska, og þetta til dæmis að reykja, veipa, nota aðrar nikótínvörur eins og bagga, nota áfengi eða ólögleg vímuefni eða umgangast félaga sem að eru í þessu. Og það nú bara þannig að við öll, bæði ungir og eldri, við verðum fyrir áhrifum af þeim félagskap sem við erum í. Og ef við erum í félagskap þar sem að tíðkast til dæmis að nota áfengi eða nota tóbak, þá bara líklega að við fyrir að gera það líka, og þetta gildi ekki bara unglinga, þetta gildi líka okkur fullorðna fólkið. Þannig að við þurfum á öllum aldri að velja okkur félagskap sem okkur líður vel í og sem góður fyrir okkur. Þið hafið örugglega öll heyrt slæman félagskap, það ekki? Þessi og hinn slæman félagskap. Þetta í alvörunni þannig, við erum ekki að tala að einhverjir krakkar séu slæmir, en þeir eru alls ekki, það eru allt fólk, held ég, að séu í grunninn gott, og sannarlega börn og ungmenni. En krakkar sem eru kannski ekki á góðum stað í lífinu hafa vanist á að nota óheppileg efni, að við þurfum að gæta þess að þau áhrif breiðist ekki út til fleiri aðila, til fleiri ungmenna. Og hættan á því að maður geri eitthvað óskynsamlegt. Félagskapurinn okkar, hann segir svolítið til hættuna á því að maður geri eitthvað óskynsamlegt, eins og að reykja, drekka, nota nikótínpúða og svo framvegis. Það bara þannig. Og hættan á þessu meiri eftir því sem við verjum meiri tíma í óskipulögðum athöfnum, svokölluðu hangsi, eftirlitslausum partíum og svo framvegis. Og enn og aftur, við erum að tala út frá rannsóknum hérna, við erum ekki bara að tala sem síðmiðaldra kona og mamma og amma. Við erum að tala út frá vísindarannsóknum hvað hefur áhrif á heilsu fólks. Og þetta engin vitleysa sem foreldrar hafa sagt okkur í gegnum áratugina. Við þurfum að reyna að velja hollt fyrir okkur sjálf, vera í góðum félagskap sem nærir okkur og hjálpar okkur að vera bestu útgáfan um okkur sjálf. Og það eðlilegt að foreldrar viti hvað við erum að gera og hvar við erum. Allt þetta styður við okkur.
Hlutverk foreldra og forráðamanna er auðvitað að stuðla að því að ungmenni upplifi þessa vendandi þætti og séu ekki útsett fyrir neikvæðu þáttunum, en það er líka alls konar hlutir sem þið getur gert sjálf til þess að bæta heilsuna og láta ykkur líða vel. Og það eru 6 atriði sem ég langar að nefna og hlutir sem allir geta gert fyrir sjálfan sig til að láta sér líða betur og auka líkur á góðri heilsu og góðri líðan í framtíðinni. Og ég ætla að tala fyrst svefnin. Það er ekkert sem kemur í staðin fyrir það að sofa vel. Og það er eitt af því sem er ekki hægt að borga bara einhvern veginn seinna. Ég ætla að sofa lítið í sumar og svo sef ég bara í vetur. Það virkar ekki þannig. Heilinn þarf þessa reglulegu hvíld á hverjum einasta sólarhring. Og svefnin er mikilvægur fyrir einbeitingu, vellíðan, hreyfingu, úthald bæði í íþróttum og andlega seiglu. Og til þess að tryggja að við séum undirbúin til þess að takast á við verkefni dagsins. Svefnin er undirstaðan. Svo er það mataræðið. Það er mikilvægt fyrir alla, en það er náttúrulega augljóst fyrir fólk sem er að vaxa og þroskast eins og þið, að það er sérstaklega mikilvægt. Og enn og aftur, það er ekki hægt að greiða skuldina seinna, við þurfum að vera jafnt og þétt, velja vel oftast, þó að við kannski förum aðeins út af veginum einstaka sinnum. Hreyfing, mikilvæg fyrir alla, sérstaklega fyrir ungt fólk, að því að hreyfingin snýst ekki bara það að vera fitt í góðu formi og líta vel út. Hreyfingin gerir svo ofsalega mikið annað og mikilvægara. Hún er útrás fyrir tilfinningar og auka orku, hún eykur líkamlegt úthald, hún bætir seiglu, hún eflir félagsleg tengsl. Þannig að það er svo margt annað heldur en bara það að maður sé með sixpack sem er fínt líka. Félagsleg tengsl, það er náttúrulega eitt af þessu sem við vorum að tala áðan, að þau eiga að veita okkur vellíðan en ekki vanlíðan, og við erum búin að tala mikilvægi góðra samveru með fjölskyldu og foreldrum, en við vitum líka að á þessum aldri þá skipta vinir og jafnaldrar okkur alveg rosalega miklu máli. Ég bara man eftir því sjálf hvað það var ofboðslega stór þáttur í lífum hans að eiga góða vini sem manni fannst skemmtilegir og cool og bara gaman að vera með. Þannig að það er þannig, en við þurfum að reyna að velja vel og leggja sér fram að hafa jákvæð áhrif á sinn hóp eins og forsetinn minnt okkur á hérna áðan, vertu viti í lífi þeirra sem eru í neyð. Vímulaus lífstíl, við erum búin að tala svolítið það. Við þurfum að láta heilan þroskast án áreitis. Það er ekki hægt að græja það einhvern tímann seinna. Það er í dag sem þarf að gera það. Hlífa heilanum við öllum vímuefnum og öllu óæskilegu áreiti. Og síðan er það, og þá er ég að tala áfengi og önnur vímuefni, allt form nikotíns, koffín og svo snjallsímarnir og samfélagsmiðlarnir. Og síðast en ekki síst þá er það að horfa á það jákvæða. Það skiptir máli fyrir okkur öll að reyna að taka eftir því sem er jákvætt í lífinu, það sem er heilandi, styrkjandi, gefandi í kringum okkur. Þið eruð áhrifavaldar í ykkar eigin lífi. Það er enginn sem ræður jafn miklu ykkar framtíð eins og þið. Jafnvel þó þið séuð ung og upplifið kannski stundum að þið hafið ekki mikil völd eða mikil áhrif, en þá eru þið einhvað síður mikilvægastu áhrifavaldarnir í ykkar eigin lífi og þið þurfið að taka það svolítið hátíðlega, fyrst og fremst kannski með því að vernda heilan og virkjan þannig að þið getið lifað í lífi sem að ykkur dreymir í framtíðinni. Takk fyrir. Hjartans þakkir María fyrir að fara yfir með okkur svona verndandi þættina og góður ráð. Næst ætla ég að kynna borgarstjóra Heiðu Björgu Hilmisdóttir sem hefur lengi unnið með okkur á forðandeginum, löngu áður hún varð borgarstjóri, þannig að hún er sannur félagi og með ykkur forðandegin og virkilega ánægilegt að fá hana hérna núna upp sem borgarstjóra. Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það, Dóra Guðrún og til hamingju með daginn. Kæri forseti og landlæknir og þið ungmenni og allt það fólk sem hérna er samankomið og er að hlusta. Þetta er auðvitað stór dagur og við í Reykjavík erum mjög stolt. Við erum mjög stolt af forvarnadeginum og okkar þætti í honum sem er líka löngu áður en að ég fór að vinna að þessu með embætti landlæknis áður en að því ég held að mín kynslóð, við vorum svolítið hluti af vandamálinu sem þurfti að laga og það fór fólk af stað þegar Ingibjörg Sólrún varð borgarstjóri og með henni voru öflugar konur og það voru öflugar konur í háskólanum og það var svolítið svona vitundavakning fyrir rúmum 20 árum og þar tók Ingibjörg Sólrún sem var borgarstjóri á þeim tíma, þar tóku og ýttu þessum málum svolítið upp á borðið. Það hafði svolítið verið horft á þetta sem svona málefni fjölskyldna eða málefni unglinga, þeir þurftu að vera duglegri og okkur fannst við held ég bara rosa duglega á þeim tíma og við gerðum bara það sem var gaman. Bara eins og unglingar gera og samfélagi þarf við alltaf að taka ábyrgð og við erum öll saman í þessu samfélagi. Og mér finnst þessi dagur alltaf minna okkur að það hversu mikilvægt það er einmitt að standa saman og það er ekki bara ábyrgð unglinga að hér sé öruggt og gott samfélag fyrir ungt fólk. Það er auðvitað ábyrgð okkar allra. Og í rauninni eiga börn rétt á öruggu og góðu og heilnæmu umhverfi og það er í rauninni ennþá frekar ábyrgð okkar heldur en í rauninni ykkar krakkar. Og við erum ótrúlega stolt af þeim árangri sem við höfum séð bara í borgin okkar, því við mælum ju alltaf árangurinn, við mælum alltaf hvernig ungmennum líður og reyndar alveg fleiri hópum líka en við erum auðvitað að horfa núna sérstaklega á börn og ungmenni og við höfum séð gríðarlegan árangur. Alveg rosalega, þeir eru langflottasta unga kynslóð sem hefur verið til bara á Íslandi held ég nokkuð tíman. Klárari og heilbrigðari og duglegri og stundum meiri íþróttir og lesið meira og það er svo ótrúlega margt flott og það er ekkert sjálfgefið og það er ekkert eitthvað sem er þá bara komið. Þannig við verðum alltaf að halda áfram og við þurfum einhvern veginn öll að taka okkar ábyrgð þar, auðvitað ungmennin og börnin, líka foreldrarnir og skólarnir og frístundastarfi og allt það sem við stöndum að í borginni og í öllum samfélögum. Líka bara allt fullorðna fólkið sem kannski hefur ekki lengur tíma til þess að tala við ungt fólk. Því að ég held að til dæmis þegar ég var ung þá gat ég alltaf farið og tala við systkini foreldra minna og ég get talað við vinkonu mömmu og maður gat farið og heimsótt. En ég held svolítið að við fullorðna fólki ættu kannski aðeins að taka meira til okkar núna á þessum forvarnadegi. Hvort að við erum til staðar fyrir ungt fólk í dag, hvort að við erum til staðar fyrir börn vin okkar eða bara einhverja unglingar sem við sjáum einhvers staðar og ættu kannski að gefa okkur að. Þannig ég taki þetta nú svona aðeins til okkar fullorðna fólksins líka. Við höfum í borginni verið að vinna aktíft með þessar rannsóknir, þessar niðurstöður á hverju ári. Við erum að fylgjast með bæði umhverfin ykkar og við erum auðvitað gríðarlega stolt og höfum kannski meira aðeins farið frá því að horfa á þetta sem forvarnir og meira að horfa á það sem heilsueflingu, að styrkja við það sem að ykkur finnst gaman, gera kannanir meðal ungs fólks hvaða íþróttir það eru eða hvaða frístundir það eru sem að ungt fólk langar að stunda, reyna að bjóða þá upp á dans eða myndlist eða leiklist eða hvað það er og það er auðvitað ákveðin fjárfesting, en það er auðvitað fjárfesting í forvörnum og heilbrigðu samfélagi. Það er svo mikilvægt að við gerum ykkur auðvelt að velja eitthvað sem er gott fyrir ykkur og þið eiga að gera kröfu á það að það sem er í boði sé eitthvað sem ykkur langar að stunda, frístundir eða skólinn eða hvað það er, hvar sem þið eru, vegna þess að það á ekki alltaf að vera gaman, en það sem er gott fyrir ykkur á að vera auðvelt að velja. Ef ykkur langar að stunda íþróttir þá eigið að geta gert það. Það er okkar ábyrgð. Ef ykkur langar að læra leiklist þá eigið þið líka að geta gert það. Það er svolítið okkar ábyrgð sem samfélag að tryggja það að ungt fólk búi í þannig samfélagi að þau geti einhvern veginn rækta hæfileikana sína og orðið betri, ná árangri og fundi að þau tilheyri samfélagi sem er ekki saman. Við höfum verið að styrkja skólana og frístundastarfi og ýmislegt þar og ég held að við sjáum það. Við sáum að svefnin var komin í vandræði, þannig við fórum í tilraunaverkefni hérna í Reykjavík með að seinka unglingadeildunum. Við byrjum aðeins seinna, unnum það með unglingum og fengum góðar viðtökur og unglingarnir sáu aðeins meira. Ég vona að þið kunni að meta það, ég veit ekki hvað þið segir. Hvenær byrjið þið hér? 9. Er það ekki aðeins betra?
held það. Já, niðurstöðurnar sýndu allavega, þá sváfu ungt fólk aðeins lengur og það var frábært. Og auðvitað sýnir það líka að samverustundum í fjölskyldunni skipta máli, en það skiptir líka máli að eiga góðar samverustundir í skólanum, í frístundastarfi, með öðrum og styðla öllum þessu vendandi þáttum sem alltaf að auðvelda okkur að lifa heilbrigðu lífi. Því að þó það sé mikilvægt að leiðast og guð minn góður, okkur leiddist nú oft hérna í gamla daga, þá leiðist ykkur alveg líka og kannski út af öðrum hlutum, en það líka mikilvægt að hafa gaman og finna að maður sé tilbúin í lífið. Við höfum núna verið að taka skref í það, við höfum verið með verkefni núna í Reykjavík sem við köllum Verum klár og það þýðir auðvitað, við erum öll ofsalega klár en við höfum líka vera tilbúin að vera klár í slaginn, að vera klár í það að vera til staðar fyrir aðra, spyrja hvort það sé allt í lagi ef við höldum að það sé ekki, styðja við þá sem að gengur vel en ekki öfundast og vera svolítið svona saman í því að byggja upp þetta góða stígandi samfélag sem við öll viljum búa í. Við erum auðvitað áhrifavaldar í okkar eigin lífi eins og landlæknir sagði, en við erum líka áhrifavaldar í samfélaginu og við erum öll áhrifavaldar á hvort annað. Það er eitthvað sem við kannski gleymum stundum að það sem að einhver einn byrjar að gera getur haft áhrif á svo marga. Ég held líka að við sem samfélag, við þurfum að taka það til okkar að tala ungmenni upp, við þurfum að tala minni um vandamálin og meira um kostina og allt það frábæra sem ungt fólk er að gera. Ég fekk sterka áminningu um það, börnin mín náttúrulega alveg fyrir að hlusta á allar fréttir og ég var með kveikt á fréttunum einhvern veginn heima og dóttir mín sem var 15 ára sat þarna og svo bara, nei, jákvæð fréttum ungt fólk, unglingar bara allt inn í jákvæð og þá svona, það vakti mig til umhugsunar um það að hvernig við tölum ungmenni, hvernig við tölum forvarnir og þau vandamál sem við auðvitað sjáum og við þurfum að bregðast við með ykkur. Við þurfum líka að vanda okkur aðeins betur. Þannig að ég ætla að segja, mér finnst ungt fólk frábært, því tækifærin liggja fyrir ykkur. Við þurfum að standa saman, við þurfum að vera jákvæðir áhrifavaldar í lífi okkar allra. Styrkja það sem er gott, styrkja það sem er gaman og þá held ég okkur sé allir vegir færir og vonandi verður, ég veit ekki hvað við heldum áfram lengi með forvarnardaginn, vonandi verður hann bara alltaf, því það er alltaf nýjar áskoranir og við þurfum alltaf að mæta þeim og ef við mætum þeim saman og erum klári það, þá verðum við alltaf betri og betri. Hjartans þakkir fyrir þetta, Heiða, og þá er komið að röddum ungmenna. Við ætlum að fá hana Úlfhildi Elísu Hróbjörnsdóttur frá Jafningjafræðslu Hinahússins. Gjörðu svo vel. Já, ég er líka ógeðslega köfuð, þannig vonandi heyrist í mér. Góðu gestir, ég heiti Úlfhildur Elísa Hróbjörnsdóttir og í sumar var ég að vinna sem jafningjafræðari ásamt 14 öðrum yndislegum jafnöldrum mínum. Við vorum í 3 vikur í undirbúningsnámskeiði þar sem við fengum fyrirlestra frá sérfræðingum á ýmsum sviðum daglega og kynntumst hvor öðru betur. Síðan vorum við í 5 vikur að hitta og fræða yfir 1300 ungmenni. Venjulegu fræðsludagur hjá okkur er mismunandi og fer hann alfarið eftir því hvernig hópurinn sem við erum að fræða er. Okkur finnst það gott að byrja á til dæmis nafnaleikjum eða einföldum leikjum sem hjálpa ungmennum að treysta okkur. Síðan förum við í leiki sem er kannski aðeins meira krefjandi og jafnvel talsvert út fyrir þægindaramma flestra. Hér gerast töfrarnir, því eftir þessa leiki eru flestir komnir talsvert út úr skelinni. Að lokum förum við í umræðuleiki eins og Trúnó og þar vakna margar skemmtilegar spurningar lífið og tilveruna. Krakkarnir vita að við erum ekki kennararnir þeirra eða foreldrar. Við erum jafnaldrar þeirra og þess vegna treysta þau okkur. Þau treysta okkur til þess að tala hluti sem þau myndu annars aldrei nefna. Þau koma stundum upp til okkar eftir fræðslu og segja, ég hef bara aldrei sagt þetta við neinn áður. Og það eitt og sér ætti að sýna ykkur hversu mikil þörf er á þessari fræðslu. Við höfum átt samtöl sem eru bæði falleg og krefjandi og það sem stendur upp úr hjá okkur er ákveðið mynstur sem við getum ekki hunsað. Þetta mynstur á sér einn rauðan þráð. Einmannaleikan. Einmannaleikin er farin að skjóta djúpum rótum hjá ungmennum okkar. Þau eru farin að leika minna saman og kjósa í staðinn að verja tíma í símanum eða netheiminum. Sum þeirra eiga kannski 100 vina í símanum en engan sem þau þora að tala við í raun og veru. Engan sem þau geta treyst til þess að hringja í þegar þeim líður illa. Þau draga sig í hlé frá raunheiminum og þannig verða þau viðkvæm fyrir öllu því sem netheimunin hefur upp á að bjóða.
Það nákvæmlega svona sem spilafíkn, klámfíkn, fordómar og falsfréttir sá sínum fyrstu fræðum í kollum ungmennina okkar. Þegar strákar í vinnuskólanum segja okkur frá því hvernig þeir byrja að veðja pening á netinu, þá gerist það ekki bara af því að þeim finnst ógeðslega gaman að vinna sér inn peninga. Það gerist af því að þeir eru einmana og bara viti ekki betur. Þegar ungmenni tala klám, þá er það ekki bara af því að þau eru forvitin, heldur líka vegna þess að þau eru einmana og hafa engan til þess að tala við ást, nánd eða mörk. Þegar við sjáum ungmenni endurtaka fordómafulla hegðun sem þau hafa séð á til dæmis TikTok, þá eru þau ekkert endilega fordómafull og auðtrúa, heldur eru þau líklega bara einmana og lokuðin í sínum eigin bergmálsvelli. Þetta hljóma kannski hræðilega, en það sem við viljum leggja áherslu á er að ungmennin okkar eru ekki vandamálið. Þau eru mögnuð, þau eru klár og þau eru fyndin, opin og hugrökk. En þau lifa bara í samfélagi sem hefur aldrei verið jafn krefjandi. Þau eru fyrsta kynslóðin sem elst upp í heimi þar sem raunveruleg samskipti eru sífellt að víkja fyrir skjánum. Og það er ekki sanngjarnt að ætlast til þess að þau finni öll svörin sjálf. Þar kemur jafningjafræðslanin. Hún skiptir sköpum. Við sjáum það á hverjum degi hvað gerist þegar ungmenni fá tækifæri til þess að tala saman á jafningjagrundvelli, án þess að vera dæmt, án þess að vera yfirheyrð. Þau opna sig, þau treysta og þau finna að þau eru ekki ein. Þau læra að þau geti talað hluti þó það sé erfitt og þau ganga heim úr fræðslunni aðeins öruggari en þau komu. Það er þessi breyting sem sýnir okkur að jafningjafræðslan virkar. En jafningjafræðslan er, eins og svo margt annað, því miður vanfjármögnuð. Hún nær ekki til allra sem þurfa á hana að halda. Og samt sjáum við svo augljóslega að hún virkar. Við í jafningjafræðslunni þráum ekkert heitara en að fá að láta gott á okkur leiða, meðal annars með því að halda eins margar fræðslur í menntaskóla og út á landi og hægt er. En eins og staðan er núna, þá höfum við bara ekkert endilega fjármagnið í það. Það er sorglegt að úrræði sem ungmennin sjálf kalla eftir og sem þau treysta mest fá ekki þann stuðning sem þarf. Þess vegna erum við hér að tala við ykkur, kæru foreldrar og forráðamenn. Það er kominn tími til að þið, hinn fullorðnu, grípið boltann, takið samtalið, spyrjið hvernig börnunum ykkar líður og ekki bara hvernig var í skólanum. Ræðið við börnunum ykkar fjárhættuspil, klám, fordóma og allar þær hættur sem bíða þeirra. Ekki forðast þessi samtöl bara því að þau eru erfið eða óþægileg. Við í jafningjafræðslunni erum handviss að þessi kynslóð, okkar kynslóð, muni verða okkur öllum til sóma. Hún hefur styrkið og hugrekkið til að rjúfa aldagamlar skaðlegar hefðir og skapa betri heim. Takk. Hjartans þakkir fyrir þetta og við ætlum að halda áfram að heyra aðeins raddir ungmenna og á forðandeginum þá eru unnin verkefni í grunnskólum og framhaldsskólum, 9. bekk og grunnskóla og 1. bekk í framhaldsskóla og þar höfum við safnað saman líka og erum að gefa út skýrslu frá forðandeginum 2024. Við höfum fengið Evu Karitas Bóasdóttur nemenda í Verslunarskóla Íslands sem ætlar að koma og lesa nokkur svör úr könnun sem er beint til ungmenna varðandi það hvernig þau vilja hafa það. Við þurfum að hlusta á ungmennin og við þurfum að hlusta á svörin þeirra. Eva Karitas gjörðu svo vel. Góðan daginn, virðulegi forseti, landlæknir, borgarstjóri og aðrir mjög góðir gestir. Ég ætla að byrja bara að lesa fyrir ykkur svör frá nemendur úr 9. bekk úr alls konar grunnskólum. Samvera. Þegar öll fjölskyldan situr við matarborði og ræðir saman, engin snjalltæki. Góð samvera er mikilvæg þáttur í að byggja sterk tengsl og skapa jákvæðar minningar, eins og að leggja frá sér símann og sýna athygli á hvort annað, fara í útivist, spila, borðspil og svo framvegis. Íþrótta- og tómstundastarf. Það skiptir máli að börn og unglingar taki þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi af ýmsum ástæðum. Fyrst og fremst stuðlar það að líkamlegri heilsu og styrk sem er mikilvægt fyrir almenna velferð.
Einnig eykur þáttakan félagslega færni þar sem börn læra að vinna í teymi, byggja upp vináttu og þróa samskiptahæfni. Heilbrigði og vellíðan, félagsleg tengsl, svefn, hollt mataræði, jákvæð athygli, hreyfing og vímuefnalaus lífsstíll. Það sem skiptir máli til að lifa heilbrigðu lífi er að hugsa vel heilsuna. Svefn, hreyfingu, borða hollan og góðan mat og geta lifað vímuefnalausum lífsstíl. Maður þarf einnig að geta hugsa jákvætt og verið í góðum vinahóp. Félagsþrýstingur. Þau vilja pássa inn í hópinn og þora ekki að segja nei. Og samskipti og sambönd. Jákvæðni, tillitssemi og kurteisi einkennir góð samskipti. Aðaleiginleiki góðra samskipta er að þér líður vel og þú getur verið þú sjálfur þegar þú átt í samskiptum við annan einstakling. Hvernig samband viljið þið vera í við foreldra ykkar? Skemmtileg og góð samskipti, að gera skemmtilega hluti daglega, að við getum sagt þeim hvað sem án þess að þau dæmi og að sambandi sé sterkt og gott. Að við getum spjalla við þau allt og þau kennt okkur hvað er rétt og rangt, að þau skilja okkur og að þeim er treystandi. Svo þegar kemur að nemendurum í fyrsta ári menntaskóla, þegar þeim er spurt það sama. Þegar tala heilbrigði og vellíðan, borða hollt, vera í góðum samskiptum, nógan svefn og hreyfa sig reglulega. Félagsþrýstingur. Félagsþrýstingur er þegar vinir manns þrýsta mann í eitthvað sem hann vill ekki gera. Hann getur haft þau áhrif að unglingar byrja að nota vímuefni og drekka áfengi þótt þau vilja það ekki. Getur skapa óöryggi, vanlíðan og neikvæða sjálfsmynd. Samskipti og sambönd. Okkur finnst hlustun, athygli og traust vera stór partur af góðum samskiptum. Já, við viljum hafa góð samskipti, jákvætt viðhorf, virða reglur og það er mjög skemmtilegt þegar foreldrar hafa áhuga á lífi okkar. Foreldrar geta verið góða fyrirmyndir og gefa börnum pláss til þess að gera mistök og læra af þeim. Og það eru allt sem að nemendur hafði að segja forvarnardaginn. Takk fyrir mig. Já, hjartans þakki fyrir þetta. Ég held að þessi búið að vera rauður þráður í gegnum allt sem hefur verið sagt hér í dag. Það er svo margt gott, ungmennin okkar eru frábær, þau eru alveg með þetta, svörin þeirra sýna það, en við þurfum að styðja við þau. Þau vilja að við sýnum þeim athygli, eins og nefnt, þau vilja að við spyrjum eitthvað meira heldur en bara hvernig gekk í skólanum eða hvort þau séu búin að læra eða ganga frá fötunum sínum. Þau vilja að við sýnum þeim einlægan áhuga og það hefur, þegar maður rýnir í þessa skýrslu þá kemur það mjög skýrt fram. Þannig að gefa sér tíma, að við leggjum frá okkur símana, að við horfum í augun á þeim, að við sýnum þeim og þeirra vinum og athygli og öðrum ungmennum eins og borgarstjóri minntist á, að við séum riddarar kærleikans eins og forsetinn okkar myndi okkur á og líka landlæknir, að við erum áhrifavaldar í okkar lífi og lífi annarra. Og svo er það skilaboðin að forvarnardagurinn er að verða líka svolítið svona kærleiksdagur og kærleiksmánuður. Við hvetjum alla til þess að vera riddarar kærleikans. Og við ætlum að enda á myndbandi sem eru oft mjög góða riddarar kærleikans, Eblu og Kára, sem fóru hringinn í kringum landið í sumar og gátu ekki verið með okkur í dag, voru með okkur að undirbúa á þennan dag og þennan mánuð ásamt fleirum. Og við ætlum að fá núna að sjá myndband frá þeim. Gjörðu svo vel. Hæ, ég heiti Embla. Og ég heiti Kári. Og við ætlum að segja ykkur aðeins frá verkefninu Riddarar kærleikans. En Riddarar kærleikans er hreyfing sem spratt eftir andlát Bryndísar og er í rauninni svar við ákalli foreldrarinnar að við myndum öll gerast riddarar kærleikans og gera þannig kærleikan að eina vopninu í samfélaginu. Skömmu eftir andlát Bryndísar hélt frú Halla Tómasdóttir forseti kærleiksring á Bessastöðum. Og síðan þá hafa verið kærleiksringir í nokkrum skólum og annar staðar. Kærleiksringur er opið samtal, það sem allir fá að tjá sig og aðrir hlusta á meðan. Munurinn á riddurum kærleikans og minningasjóð Bryndísar er í rauninni sá að minningasjóðurinn heldur utan fjármagn og styrki sem berast og riddarar kærleikans er þessi opna hreyfing sem allir geta gengið í sem vilja lifa í kærleiksríkara samfélagi. En þetta tvennt vinnur mjög náið saman og vinnur rauninni að sama markmiði, en eitt af því sem minningasjóðurinn gerir er að úthluta styrkjum í kærleiksrík verkefni á afmælisdegi Bryndísar
Og þannig komum við inn í verkefnið, við fengum styrk úr þessari úthlutun. Upphaflega voru við samnemendur Bryndísar í Versló í fyrra og þar var ég forseti nemendafélagsins. Og þegar Bryndís Lara lést þá gripum við til aðgerða og efldum til bleikstaks í skólunum. Og eftir það var það pikkað upp á öðrum skólum og það var mjög falleg bleikbylgja til úr því. Dæmi verkefni sem Riddara kærleikans hafa staðið fyrir í ár til dæmis kærleiksringir fyrir alþingismenn og áhrifavalda. Og svo vorum við líka með fræðslukvöld fyrir áhrifavalda af því að markmið okkar var dálítið að þetta yrði ekki bara ein herferð í einhverja vikur eða mánuði, heldur að við myndum svona öll dálítið hugsa saman efni sem við setjum á samfélagsmiðla, hvernig við getum haldið áfram að gera sem við erum að gera nema bara gert það aðeins kærleiksríkara, aðeins jákvæðara og aðeins svona, betra efni út í samfélagið. Og svo vorum við með kærleikskristallslons líka í Iðnó í sumar og kærleikskristallinn var hluti af stóru söfnuninni okkar í sumar, söfnuninni fyrir Bryndísarhlíð og við ætlum kannski bara sýna ykkur núna stutt myndband kærleikskristallinn og söfnunina. Þetta kærleikskristallinn. En hvaðan kom hann? Riddara kærleikans að safna 250 milljónum króna til að byggja upp Bryndísarhlíð, geðheilbrigðisúrræði fyrir börn og ungmenni sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Framleiddar voru 250.000 dósir og við þurfum ykkar hjálp til að selja þær upp. Því það ekki bara 5 eða 10 krónur að hverri seldri dós sem fer í söfnunina heldur allur ágóði sölunnar. Vilt þú vera riddari kærleikans og hjálpa okkur að ná þessu markmiði? Kauftu þá kærleikskristallinn, fylgdu okkur á samfélagsmiðlum, deildu þessu myndbandi og taktu ákvörðun að hafa kærleikan alltaf að leiðarljósi. Og ef þú vilt vita meira, þá skannarðu bara QR-kóðan á dósinni og það verður beint inn á heimasíðu Riddara kærleikans. Og svo var annað verkefni í sumar var svona bleikur dagur á menninganótt. Það var bæði hvatt fólk til að vera í bleiku kvöldið og sviðin voru bleik á tónleikum og svona, en svo var líka viðburður sem vinkonur Bryndísarklöru stóðu fyrir eftir Reykjavíkurmaraþonið. Þannig að öll sem hlupu fyrir Bryndísi söfnuðu saman hjá Kvennó og það var svaka bleik og falleg stemming þar. Og svo eins og ég nefndi áðan að þá komum við Kári inn í þetta Riddara kærleikans batteri með því að fá styrk úr minningasjónum í byrjun árs og þá var styrkurinn fyrir því að sjá samfélagsmiðla Riddara kærleikans og svona okkar stærsta verkefni í sumar var að fara hringinn í kringum landið og taka þar upp samfélagsmiðlaefni. Í hringferðinni töluðum við fólk á öllum aldri en við lögðum sérstaka áherslu á að tala við unga fólkið. Við kynntum hreyfinguna, við gáðum þeim kærleiksspilastokk og kærleikskristall og töluðum við kærleikan og tókum við kærleiksrík viðtöl. Og hér eru nokkuð myndbönd sem við tókum upp í ferðinni okkar. Hvenær gerðir þú síðast eitthvað gott fyrir aðra? Ég lánaði vinkonu minni kotta og svefnpoka fyrir útilegu sem við fórum í. Það var náttúrulega alltaf verið að gera eitthvað gott. Bara ég hrósaði konu í gær fyrir að tala mjög góða íslensku þegar hún var ekki íslensk. Ég man eftir því. Ég held að séum mjög oft að gera einhver góðverk í vinnunni okkar, í samfélagslöggæslu myndi ég segja. Við erum að hitta krakka og við erum að stuðla að góðum forvörnum og vera til staðar. Ég var að eignast þetta systur hérna í febrúar og þá þurftu foreldrar mínar að fara til Reykjavíkur og ég fekk að vera einn heima svo frábært. En síðan kom leikihúsið og allt klósettið fór og 2 önnur herbergi næstu í svefnherbergið mitt líka. Svo ég þurfti að vera eitthvað staðar á meðan og þá fékk ég að vera hérna í meira en mánuð hjá frændfólki mínu svo að þau gætu bara að gripa mig eins og það veri ekki neitt og rosalega fallegt finnst mér. Er það rétt á það, vinnan? Ég hóaði saman börnunum hérna í unglingavinnunni til að hitta ykkur af því ég er svo hrifin af verkefninu ykkar. Hvað gerir ykkur glaðar? Bara að vera með vinum og fjölskyldu. Örugglega bara sama og mér finnst líka mjög gaman að spila körfubolta. Hvað gerir mig glaðan? Ætli það sé ekki bara kúra með strákunum mínum? Það er mjög margt, en kannski fyrst og fremst að vera með þeim sem ég ekki vænt um. Bara gott veður. Það svo margt, til dæmis að vera með fjölskyldinu og leka við hundana og fara að veiða og bara hitta og þetta. What makes me happy is the beautiful Icelandic nature that is here in the Westfjords and just the people that live here as well. I like the nature here and the walks, my dog Kolla. Yeah, I think having my friends here and having nice dinners with them. What makes your dog happy? The long walks and the nature here, I guess. And snacks. Hvað gerir þegar líður illa? Ég fer að semja tónlist og hlusta tónlist. Fer og hitti fólk, hitti vini mína, fer til og afa í kleinur og kakó eða eitthvað bara geðveikt sko. Þá breyti ég neikvæðri hugsun í jákvæða. Það svolítið æfing. Ég búin að æfa mig í því bara í mörg ár. En að eðlisfæri ég glaðilind. Auðvitað verð ég fúl og ég fer í fílu og eitthvað. En já, oftast ég bara glöð.
þakklátt fyrir lífið, þakklátt fyrir hvern dag sem ég fæ að lifa og fyrir allt það sem ég fæ að gera, ekkert nema dásemdin. Hvað gott við að búa í Eyjum? Bara svona, þetta er lítið samfélag þannig að þú getur bara búist við því að fólk þekki þig og þú þekki það og getur beðið hjálp og býst við því að þú ert safe í kringum það. Það er bara mjög stutt að labba og gaman að búa hérna. Það er bara best í heiminum að vera hér. Öll orkan, náttúran, alveg við hendina okkur eins og sér hérna. Hvað er þetta að hafa betra? Gott fólk, gott samfélag, stendur saman í þessu fólki. Ég á ekki heim í Eyjum, en mér finnst Eyjar æðislegar. Þess vegna reyni ég að kíkja í heimsókn á hverju sumri. Eins og ég nefndi áðan, þá lögðum við embla sérstaka áherslu á það að tala við ungt fólk og eftir ferðina erum við ennþá vissar það að raddir ungs fólks eru mikilvægustu raddirnar þegar kemur að málunum sem snertir þau eins og samfélagsmiðlanotkun og símanotkun og þeirra andlega heilsa. Þess vegna elskum við verkefni eins og velunarleik forvarnardagsins þar sem að unglingar í 9. bekk og 1. ári í mentó geta sendt inn lag, plaggat eða myndband þar sem að þau eru að pæla í áskorunum varðandi samfélagsmiðla og síma og tæki og finna lausnir og sýna fram á lausnirnar í verkefninu sínu. Í verðlaun er ferð á Bessastæði að hitta frú Höllu T. forseta og vegleg gjafabréf frá 66 gráður norður. Þannig að við hvetjum alla skóla til að taka þátt í forvarnardeginum og hvetja sína unglinga til að taka þátt í verðlaunarleiknum. Og svo langar okkur líka bara að hvetja ykkur til að yfir höfuð ýta upp röddum unga fólksins og hvetja þau til að taka þátt þegar þeim býðst tækifæri á að segja eitthvað. Annars segjum við bara takk fyrir okkur, takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að tala við ykkur í dag og bara eigi góðan dag. Gerumst öll riddara kærleikans. Við sendum hjartans þakkir til Embla og Kára sem eru komin til Japan og gátu ekki verið með okkur í dag. Halda áfram að breiða út kærleikan þar. En lokaorðin eru það að við erum öll riddara kærleikan, sýnum kærleikan í verki, hlúum að okkur sjálfum og öðru fólki í kringum okkur. Ég veit þá og við finnum það að við getum þetta saman. Og hjartans þakkir til allra samstarfsaðila og mér langar líka að þakka sérstakar þakkir til starfsfólk embættisins sem leiðir þetta, hana Ingibjörgu og hana Lísbetu sem eru hérna, hjartans þakkir til ykkar. Nú er formlegri dagskrá að ljúka, við ætlum að fara í myndatöku hérna með samstarfsaðilum og annað, en við erum líka bara að hvetja alla til þess að taka þátt í velunarleiknum og klukkan næsta mann 9. bekk og 1. bekk í framhaldsskóla að finna út hvernig sýnum við kærleikan í verki og hvernig finnum við hérna eitthvað jákvætt við samfélagsmiðlana og minkum þetta neikvæða. Og hvernig líka tækifæri til þess að finna síma frið, þannig að við getum horfst í augu og notið þess að vera saman. Það komur svo skýrt í gegn að það er það sem lætur okkur líða vel og það er einmitt það sem að rannsóknir sína. Það er ekkert sem hefur meiri og sterkari áhrif á hamingju okkar heldur en góð félagsleg samskipti. Takk kærlega fyrir mig. Myndatakan fyrir fram í þessum fínu bleiku tröppum hérna, þannig að með öllum bara með líka hérna ungmennunum og hérna einhver sem stýrir.